nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Við skulum biðja. Almátti og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbyttnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Blessa oss þessa stund í helgidómi þínum og láta oss finna huggun og styrk. Í Jesú nafni. Amen. Í Gamla testamentinu, predikaranum, standa þessi orð: Öllu er afmörkuð stund og sérhver hlutur undir himninum hefur sinn tíma. Að fæðast hefur sinn tíma og að deyja hefur sinn tíma. Allt hefur Guð gert hagfellt á sínum tíma, jafnvel eilífðina hefur hann lagt í brjóst mannanna, en maðurinn fær ekki skilið að fullu það verk sem Guð vinnur.
Ég komst að raunum að allt sem Guð gerir stendur að eilífu, við það er enga bæta og af því verður ekkert tekið. Svo ritar postulinn þið elskuðu, elskum hvert annað, því að kærleikurinn er frá Guði kominn og hver sem elskar er barn Guðs og þekkir Guð. Guð er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Við elskum því að Guð elskaði okkur að fyrrabragði og þetta boðorð höfum við frá honum að sá sem elskar Guð á einnig að elska bróður sinn og systur. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Amen. Ég bið ykkur sem auðvelt eigi með að rísa á fætur og við heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmysl til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunnar sólar upprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir oss steininum frá grafarmunnanum. En þegar þær líta upp sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skikkju
og þær skelfdust. En hann sagði við þær, skelfist eigi, því leitið að Jesú frá Nasaret hinum krossfesta. Hann er upprisinn, hann er ekki hér. Sjá, þarna er staðurinn, þar sem þeir lögðan. Þannig hljóðar heilaga Guðspjall. Amen. Fáum okkur sæti. Heyr mína bæn, mildasti blæ, berðu kveðju mín yfir höf, sýndu honum saknaðar ljóð, vanga hans blíð, verðir þú sól. Kysstu hans brá, ástarorð, hvísla mér frá. Syngið þið fuglar, ykkar fegursta ljóðaval. Flytjið honum í indælum óði, ástarljóð mitt. Heyr mína bæn, bára við strönd, líkt þú vaggar, honum við bar, þar til svefninn sígur á brá, draumheimi í, dveljum við þá. Saman tvö ein, heyr mínar bænir og þrá. Syngið þið fuglar, ykkar fegursta ljóðaval. Flytjið honum í indælum óði, ástarljóð mitt. Heyr mína bæn, bára við strönd, líkt þú vaggar, honum við bar, þar til svefninn sígur á brá, draumheimi í, dveljum við þá. Saman tvö ein, heyr mínar bænir og þrá. Við skulum biðja. Ljósfaðir, viltu leiða mig, ljá mér þinn sterka arm, svala þorsta og sefa harm, í sannleika skapa undur ný, beina mér birtuna í. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Ævisól er sest í ljósi þeirrar trúar sem kirkjan byggir á, að ávallt sé dagrenning að lokinni dimmri nótt, að ávallt sé nýtt upphaf í vændum og að líf sé handan dauðans, þá megum við vona og trúa að ævisólin hafi risið upp yfir annan sjóndeildarhring þegar hún hvarf okkar sjónum hér. Mynd Stefáns Albertssonar sem við kveðjum í dag stendur okkur nú fyrir hugskotssjónum. Á kveðjustund hugsum við tilbaka til samverustunda og í huganum geymum við minningar liðins tíma. Gott er að varðveita allt hið góða,
stóra og smáa, sem þið hefðið öðlast hlutdeild í með honum. Minningar og myndir kom upp í hugan sumar hverjar úr bernsku, frá fjölskyldu og vinnasamverum, hversdagslegir atburðir, Fáskrúðsfjörður, Vogar á Vatnsleysuströnd, vinnusemin, dugnaðurinn, góðmennskan, Ægisgatan, bílskúrinn og viðgerðirnar, næjusemin, Lions, Oddfellow, vandvirknin, útsjónarsemin, fótaóþolið, húmórinn, stríðnin, hjálpsemin, umhyggjan, vináttan og kærleikurinn og hvað það annað sem á hug ykkar leitar á þessum tímamótum. Allt það mikilvægt að rifja upp, tala saman, leyfa ljósi hins liðna dags að lifa. Stefán Albertsson var fæddur á Fáskrúðsfirði 5. október 1954 og ólst þar upp. Foreldrar hans eru hjónin Albert Stefánsson, skipstjóri, fæddur 27. mars 1928, dáinn 27. september 2000 og Guðrún Einarsdóttir, handavinnukennari, fædd 24. febrúar 1931. Systur Stefáns eru Þórhildur, fædd 1955, Margrét, fædd 1959, Kristín Björg, fædd 1963 og stúlka, fædd 17. júní 1965, hún lést dags gömul. Stefán naut hefðbundinnar menntunar. Hann ólst upp við að börn þurftu að taka til hendinni og var snemma farinn að hjálpa til á heimilinu og við heimilishaldið. Fáskrúðsfjörður var útgerðarbær en einnig landbúnaðarþorp á þessum tíma. Stefán tók þátt í að reka kýr til beitar og taka þátt í heyskap. Eldri systkinin önnuðust gjarnan þau yngri. Æskan var því samofin heimi hinna fullorðnu. Duglegir krakkar eins og Stefán voru því snemma farin að axla ábyrgð. Hann var góður bróðir og þau systkinin hafa alla tíð staðið saman. Stefán var sendur í sveit sem strákur 8 og 9 ára. Það þótti honum góð reynsla að kynnast sveitinni og sveitastörfunum. Hann var 2 svumur í sveit hjá góðu fólki í Eyjum í Breiðdal. Ýmsar skemmtilegar sögur sagði hann úr sveitinni, sögur af heimilisfólki, dýrum og nauti, svo dæmi séu tekin. Hann var snemma farinn að velta fyrir sér hvernig hlutir voru settir saman og hvernig hin ýmsu tæki virkuðu. Þegar hann fékk hjól sem ungur drengur byrjaði hann á því að taka það í sundur til að setja það svo saman aftur. Eins með vekjaraklukkuna sem hann tók alla í sundur og setti svo saman aftur og þá þannig að stóri vísirinn gekk á hraða litla vísisins. Allt lék í höndum hans. Stefán hóf ungur störf hjá afa sínum Einari Sigurðssyni skipasmið í Odda á Fáskrúðsfirði. Þar fann hann sig vel, styrkleikar hans nutu sín, verkvitið, vinnusemin og handlægnin. Þar má segja grunnur hafi verið lagður að iðn- og tæknimenntun sem hann síðar aflaði sér, en hann naut leiðsagnar afa síns frá upphafi sem var honum mjög kær. Vinnan varð honum leikur, hann fór í sendiferðir fyrir afa sinn akandi, löngu áður en hann var kominn með bílpróf. Honum var treyst og hann stóð sig vel. Stefán fór einnig ungur til sjós með föður sínum og hafði hann víðtæka reynslu og menntun bæði til sjós og lands. Þegar Stefán hafði lokið gagnfræðaprófi fór hann til vinnu hjá Ármanni Jóhannssyni rafvirkjameistara á Stöðvarfirði. Tengsl voru milli fjölskyldnanna og reyndist Ármann honum vel. Stefán dvaldi meir og minna hjá Ármann og fjölskyldu á þeim árum hann starfaði hjá honum. Þeir sinntu því stóra verkefni að rafvæða sveitir Suðurfjarða, Austfjarða, sem var mikið ævintýri fyrir ungan mann
og sérstaklega það að kynnast fólki og aðstæðum á hverjum stað. Hann hafði margar sögur að segja úr sveitunum af þessari reynslu sem hann rifjaði upp í gegnum ævina. Stefán aflaði sér víðtækrar menntunar, hann lauk sveinsprófi í rafvirkjun og vélsmíði, var með meistararéttindi í rafvirkjun, lauk burtfararprófi frá Vélskóla Íslands og rafiðnfræði frá Tækniskóla Íslands. Hann var einnig með skipstjórnarréttindi og starfsleyfi byggingarstjóra. Fyrri eiginkona Stefáns og barnsmóðir Snjólaug Björk Valdimarsdóttir sem fædd 29. október 1956. Þau gengu hjónaband á 1983 og bjuggu lengst af í Vogum á Vatnsleysuströnd. Leiðir þeirra skildu. Dætur þeirra eru 4 og í aldursröð: Guðrún, hjúkrunarfræðingur, fædd 5. júní 1980. Eiginmaður hennar Daniel Gunnars Jónsson. Synir þeirra eru 3, Jón Arnar, fæddur 2005, Stefán Kári, fæddur 2009 og Birkir Heiðar, fæddur 2012. María Björk, sjúkraliði, fædd 10. október 1985. Eiginmaður hennar Sigmar Örn Harðarsson. Synir þeirra eru 4, Heiðbert Óli, fæddur 2003, Hörður Marinó, fæddur 2010, Óskar Hrafn, fæddur 2021 og Mímir Haki, fæddur 2024. Vala kaffibrennslumeistari, fædd 12. ágúst 1987. Unnusta hennar Rannveig Einarsdóttir. Þórey þroskaþjálfi, fædd 8. apríl 1990. Eiginmaður hennar Björn Heiðar Rúnarsson. Börn þeirra eru 3, Rúnar Þór, fæddur 2014, Klara Björk, fædd 2017 og Ásberg Emil, fæddur 2020. Stefán og Snjólaug komu sér upp heimili í Vogum á Vatnsleysuströnd. Húsið þar við Ægisgötu var með stórum og góðum garði, fullum af leiktækjum og börnum þar sem aðbúnaður var allur til fyrirmyndar fyrir dæturnar og svo var bílskúrinn stór. Hann smíðaði meðal annars kassabíl fyrir dæturnar, stóð vel við bakið á þeim, vildi að þeim öllum gengi vel. Oft fóru þær systur með pabba sínum í vinnuna, en þær stundir voru þeim öllum gæðastundir. Hann hjálpaði þeim og leiðbeindi, var góður faðir, miðlaði þeim hugrekki og því að vera sjálfstæðar. Hann lét þær skipta klær, kenndi þeim til verka. Stundum voru málin leyst með einföldum hætti. Gati á bensíntáknum var lokað með skrúfu og tyggjói. Og til að athuga hvort rafmagn væri á batteríunum, þá var bara að sleikja þau. Gjarnan var keyrt austur á Fáskrúðsfjörð þar sem dvalið var hjá ættingjónum. Taugin austur var sterk, Stefán var mikill Fáskrúðsfirðingur. Oft var keyrt af stað að kvöldi svo flestir gátu sofið í bílnum á leiðinni, en þegar búið var að keyra fram í nóttina var þá oft hlutverk elstu dótturinnar að halda föður sínum vakandi við aksturinn. Í minningunni eru það fallegar og bjartar sumarnætur, þó svo ferðirnar hafi einnig verið farnar jól og páska, þar sem færðin hefur án efa verið áskorun og myrkrið dimmt. Á leiðinni sagði hann sögur af bæjónum, þekkti svo vel til, ættum fólks, lífi og aðstæðum. Sumir bæir komnir í eyði, alltaf talaði hann af virðingum fólk og margar sögurnar voru spennandi og skemmtilegar. Stefán var mikill sögumaður, kunni ógrynni af sögum af fólki og stöðum, bílum og bátum. Hann var með gott minni og gat rakið ættir fólks og tengsl langt aftur í aldir. Stefán var stríðinn en aldrei vondur eða illgjarn við nokkurn mann. Margar minningar eiga dæturnar og fjölskyldan af ýmsum skemmtilegum prakkarastrikum.
Það var honum jafn eðlilegt að kenna dætrum sínum að lesa og skrifa og að kenna þeim ný prakkarastrikk. Hann hafði gaman af lífinu. Stefán var handlaginn, þúsundhjalla smiður. Kunni allt, eiginlega sama hvað það var, hann gat gert við alla hluti og gerði það vel. Hann úthugsaði verkin, skipulagði sig vel, var vandvirkur. Hann var nýtinn og gat alltaf séð not í hlutum sem aðrir töldu jafnvel ónýta. Dæturnar voru lánsamar með föður sem nennti að brasa í kassabílasmíði, húlahringjagerð og búningagerð fyrir 13. ball í þeirra uppvexti, þótt vinnudagarnir hans væru iðulega langir. Stefán kvæntist eftirlifandi eiginkonu sinni Önnu Rósu Daníelsdóttur hjúkrunarfræðingi árið 2006. Þau kynntust á Akureyri haustið 2003 og hafa því verið samferða í lífinu í yfir 20 ár. Anna Rós er fædd 9. apríl 1950, dætur hennar eru 2, Linda Björk, eiginmaður hennar er Steingrímur Pétursson og börn þeirra 3, Þórunn, Egill og Svanfríður, sonur Þórunnar er Steindór Óli. Katrín Björk, eiginmaður hennar er Jens Sögaard og börn þeirra 3, Norman, Filippa og Konráð. Stefán og Anna Rósa voru góð saman, áttu fallegt samband, samheldin og farsæl. Gestkvæmt var á heimili þeirra. Þau ferðuðust til Mallorca og víðar, keyrðu margar ferðir austur á Fáskrúðsfjörð, þar sem Stefán vann við endurbætur á gömlu húsi sem ber nafnið Þór. Stefáni þótti vænt allt fólkið sitt, dæturnar allar og afkomendur og reyndist sínu fólki vel. Það var ýmislegt framundan sem var á dagskráni, sem hún langaði að gefa sér tíma í, bílaviðgerðir, snjósleðaferðir eða tiltekt í dótakassanum, eins og iðnaðarbilið hans var kallað, þar sem ýmsir fjársjóðir leyndust. Hann átti mikið af verkfærum, en verkfærin merkti hann með stöfum sínum, þar sem húmorinn leyndi sér ekki, en á verkfærunum stóð stál. Það er Stefán Albertsson. Stefán starfaði lengst af sjálfstætt sem rafverktaki og rak sitt eigið fyrirtæki, Rafael EHF. Hann var vinnusamur alla tíð, ábyggilegur og traustur. Stefán fór einnig á sjóinn í gegnum ævina, sigldi stundum á erlendar hafnir, þar sem hann keypti síðan ýmislegt nytsamlegt og skemmtilegt fyrir fjölskyldu sína og ættingja. Hann var gjafmildur og rausnarlegur. Stefán var virkur í margvíslegum félagsmálum í gegnum ævina. Hann eins og fólkið hans og fjölskylda í gegnum áratugina hafa látið sig samfélagi varða, stuðlað með framgöngu sinni að lífsgæðum fyrir fleiri og hugað að þörfum náungans. Hjálpsemi var honum í blóð borin, virðing fyrir öllu fólki og svo mildi að leggja öðrum lið. Hann stóð ávallt með þeim sem minna máttu sín og lagði sig fram að hjálpa náunganum. Þetta voru þau lífsgildi sem Einar af hans hafði lagt áherslu á í lífinu og miðlað til fjölskyldu sinnar og afkomenda. Stefán starfaði tími í sóknarnefnd, hann tók að sér hlutverk í skemmtinefndum og ýmsum stjórnum. Hann starfaði bæði í Lions-hreyfingunni og Oddfellow-reglunni, þar sem hann lagði mikið af mörkum til líknamála og hér kveðja félagar hans hann með virtum. Jóladagatöl Lions-hreyfingarinnar voru seld þar sem gengið var í hvert einasta hús á Suðurnesjunum. Dæturnar hjálpuðu til við að setja límiðan á sinn stað og einnig að selja dagatölin og fengu launum kókóprins. Hann var líka öflugur í síldarsölu líknarsjóðs Oddfellow-hreyfingarinnar. Stefán var vinamargur
og hafði gaman af skipulagningu ýmiss konar viðburða innanlands sem erlendis. Hann var mjög hreinskiptinn, en þeir kostir skipta miklu máli bæði til sjós og einnig í rafiðninni. Á báðum stöðum nauðsynlegt að menn tali skýrt og skilmerkilega og að allir fylgi settum reglum. Allt annað ekki í boði, enda geta frávik frá slíku verið lífshættuleg, bæði á sjó og í rafmagnsvinnunni. Vinnan var honum sem áhugamál, hann fann sér ávallt verkefni, keypti hús og endurgerði. Það var eitt af hans stóru áhugamálum. Einnig keypti hann skemmdan bát sem hann gerði alveg upp að nýju. Báturinn fékk nafnið Abba, GK 247, svo hann væri jú fremstur í skipaskránni. Hann lagði mikla vinnu í öbbuna og hann var mjög stoltur af afrakstrinum. Abban var svo seld til Færeyja, en mynd af Stefáni og öbbunni í Færeyjum einmitt hér í sálmaskránni. Stefán keypti einnig bát á Mallorca ásamt félaga sínum og sigldi í fríum í mörg ár og áttu þau hjónin margar góðar stundir þar með vinum. Hluti af verkefninu þar var einnig að endurgera bátinn og halda honum í góðu standi. Eitt sinn tók hann þátt í ásamt fleirum að sigla skipi sem hafði strandað við Grindavík. Sigla skipinu í viðgerð yfir hafið til Póllands. Ekki var víst hvort dallurinn hefði það yfir hafið, en skipið Marianne Danielsen komst í slipp í Gdansk í Póllandi, þar sem gert var við botninn á skipinu, og svo var það selt í kjölfarið þökk sé Stefáni og vinum hans. Eitt sinn gerði Stefán við bíl dóttur sinnar sem var með ryðgaðan botn, tók bakið af gamalli þvottavél og sauð nýtt gólf í bílinn. Hann var lausnamiðaður ævintýramaður. Stefán gat einnig verið þver og þrjóskur, fylginn sér. Svo virtist sem Stefán þekkti alla, var mjög félagslyndur, stundum með heldur dökkan húmor. Hann var haldinn svokölluðum fótakláða alla sína ævi, þegar kom að uppvaski. Það birtist í því að hann gat aldrei staðið kyrr fyrir framan vaskinn og gat því ómögulega vaskað upp. Slíkt gerði hann víst aldrei þótt hann hafi gjarnan eldað matinn, dýrindismat og hátíðarmat og jólamat, en uppvask var víst ekki mögulegt út af hinu svokallaða fótaóþoli. Hann var á störfum fram á sinn síðasta dag, búinn að skipuleggja teikningar og síðan kom hann verkinu í góðar hendur kollega síns sem skyldi klára dæmið. Ég var sjálfur var við þetta og vitni af því ég hitt hann og þau hjónin á líknardeildinni undir það síðasta. Þar var hann að hnýta ýmsa lausa enda, vildi hafa allt sitt á hreinu því hann vissi í hvað stefndi. Hann naut þess að fá að dvelja heima, en Anna Rósa, eiginkona hans, gerði honum það kleift með því að annast hann þar eins lengi og kostur var í hans veikindum. Fyrir það eru dætur Stefáns, systur og móðir henni innilega þakklátar. Stefán var trúaður og trúrækinn í gegnum ævina, kenndi dætrum sínum faðirvorið. Hann sagði það sjálfur stuttu áður en hann lést að vitanlega vildi hann lifa lengur, fylgja sínu fólki en betur eftir vera til staðar, en hann var sáttur með lífið, ástvini og fjölskyldu, sáttur með sitt fólk. Stefán Albertsson lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi, umvafinn sínum ástvinum miðvikudaginn 18. mars síðastliðinn. Það blessun að fá að lifa,
fá að tengja rafmagn og byggja upp innviði landsins, sinna sjálfstæðum atvinnurekstri, stunda sjóinn og láta gott af sér leiða til góðs fyrir aðra. En umfram allt það blessun að fá að eiga fjölskyldu. Stefán var lánsamur með sitt fólk, fjölskyldu, ættingja og vini. Þið sem standið honum næst hafið átt í honum mikið. Það mikilvægt að muna að sorgin á sér uppspretti því sem manni þykir vænt á sér uppsprettu það sem fyrir ást, virðing og gleði. Mikilvægt að ræða saman orða tilfinningarnar sem bærast í brjósti manns, hlusta hvert á annað. Verst ef maður finnur sig einan með erfiðar tilfinningar. Pössum okkur að einangra okkur ekki, heldur leita samtals og fræðslu til að opna leiðina að aukinni huggun og heilsu. Í raun og veru verkefni okkar hér í heimi einföld, en þau eru fólgin í því við mætum hvert öðru í gleði og alvöru og tökum þátt í lífinu hvert með öðru. Þar miðlum við öll bæði visku og blessun, huggun og styrk. Því einnig við að vera hvert öðru og samferðarfólki okkar til gæfu. En einmitt þar það Guðs kærleikur sem mætir okkur þegar við vöknum á hverju morgni og við blasa nýjir möguleikar og ný tækifæri til að verða öðrum til gagns. Þótt að segja jafnvel ýmislegt í okkar eigin lífi sem erfitt og sárt. Og síðan þegar dagar okkar eru taldir, þegar við höfum varið lífinu öllu sem okkur gefið, þá megum við vona og reikna með því að Guð sé einnig bak við dagana, í dauðanum og myrkrinu sem honum virðist fylgja, að þar mæti Guð okkur með gleðina, ljósið og eilífa lífið. Blessuð sé minningin Stefán Albertsson, megi minningin lifa með ykkur og megi algóður Guð varðveita hann að eilífu. Fyrir nærveru sína og náð, huggun og styrk sé Guði dýrð í Jesú nafni. Amen. Ber ykkur kveðjur Gunnar Guðlaugsson, frændi og vinur sem staddur á Nýja-Sjálandi, biður fyrir sínar innilegustu samúðarkveðjur til allra hér í dag. Hallur Guðlaugsson á Nýja-Sjálandi og Páll Guðlaugsson og Malu á Akureyri og fjölskyldur biðja fyrir sínar bestu kveðjur hingað í dag. Gulli og Sigrún eru stödd erlendis og biðja einnig fyrir sínar innilegustu samúðarkveðjur til allra hér í dag. Aðstandendur þakka auðsýnda samúð og vinahug og eins og kemur fram í sálmaskránni bjóða viðstöddum að þiggja veitingar hér í safnaðarheimilinu að athöfn lokinni. Það verður jarðsett í Gufunesgarði strax nú að athöfn lokinni og nánasta fjölskylda biður ykkur öll að hinkra eftir sér hér. Þau vilja gjarnan hitta ykkur hér í kaffinu. Bið ykkur sem auðvelt eigi með að rísa á fætur og meðtaka postulega kveðju. Náðin Drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með oss öllum. Amen. Fáum okkur sæti. Líkt og ástarljós sem enginn fékk að njóta, eins og gulnað blað sem geymir óræð orð, eins og gömul hefð sem búið að brjóta. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Líkt og sumarás sem aldrei náði að blómstra, líkt og tregatá sem geymir falleg
Þar ég, þar þú, þar allt hvað sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Líkt og mynd sem bjó í vonarlandi þínu, eins og æsku þrá sem lifnar við og við. Býr þar sektarkennd sem ennþá nær að særa. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann birtist við og við. Líkt og ástarljóð sem enginn fær að njóta, enda sem gulnað blað geymir óræð orð. Eins og gamalt heit sem búið að brjóta. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf. Við skulum biðja, Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Við þökkum þér, algóði Guð og eilífi Faðir, fyrir ljósið sem við og skín frá drottni vorum og frelsara og heilögu orði hans. Veit oss náð til að meðtaka það í hug og hjarta, stefn eftir því í tímans straumi og fá að lyktum að hverfa inn í birtu þess í himnesku kærleiksríki þínu. Blessa oss öll í lífi og dauða, blessa þú minningarnar sem þessi stund helguð og látar bera þér vitni oss til blessunar alla daga. Við þökkum þig fyrir að þú gafst oss Stefán Albertsson. Við felum þér hann og framtíð vor allra. Veit honum þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Við biðjum í Jesú nafni. Amen. Sefur þú, sefur í djúpinu væra, við hin sem lifum í trú, að ljósið hjarta skæra. Vekki þig með sól að morgni, vekki þig með sól að morgni.
Allar bænir vorar felum verið þeirri bæn sem að drottin hefur kennt oss og byggjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Sér hver draumur lifir aðeins eina nótt, sér hver aldari sem hnígur jafnan skjótt. Hverju orði fylgir þögn og þögnin hverfur allt og fljótt. En þó að augnablikið aldrei fyllist stund, skaltu eiga við það mikilvægan fund, því að tár sem fer að burt aldrei nær að græða grunn. Lítu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Enginn frá hans löngu glímu aftur snýr, því skaltu fanga þessa stund, því fegurðin í henni býr. Lítu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag.
Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesú sagði upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Sáð dauðlegu en upprís ódauðlegt. Sáð í veikleika en upprís í styrkleika. Sáð jarðneskum líkama en upprís andlegur líkami. Veit honum drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum, hann hvíli í þínum friði. Amen. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu auglit yfir þig og gefi þér sinn frið í nafni Guðs Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen.
Sem